Varstu ekki búin að sakna þetta stef? Það sem ég var að sakna. Þú veist hvernig það þegar maður ekki búin að horfa á... Hvað var þetta? Þetta var ekki stefið okkar. Víst? Þetta var hana... Þetta stefið okkar? Nei, þú vartum að syngja eitthvað allt annað stef sem ég hef heyrt áður. Já, í tepóðinu. Nei, okkar ekki svona. Jú. Nei, þetta er eitthvað allt annað stef. Nei. Sunneva, býttu, ég sver, þetta er stefið okkar. Ég veit hvað stef, þú ert að syngja eitthvað stef sem er til. Þetta er ekki sama að syngja. Jú. Nei. Allavega. Allir sem er að hlusta, að finna út hvað stef hún var að syngja, þetta er actually til. Þetta var ekki okkar. Ok. I tried. Já. En ég ætla að segja, veist ekki hvernig þegar maður er búin að bíða eftir þætti gett lengi. Svo byrja þér og það byrjar introðum og svona. Yes, svona excited. Já, eins og þegar maður var að bíða eftir Game of Thrones á sínum tíma þögum. Já. Og þú varst, hvað varst það að syngja? Ég veit ekki hvað ég ætla að syngja þarna. En anyway, herðu, hér erum við erum með Prosecco og línuna. Já, það er ekkert te hérna í fyrsta þætti. Season 3, Summer, No Baby in the Belly. Yes, cheers. Herðu. Akkur skálum við ekki glösa. Ég veit ekki, herðu svona kannski skál í glösunum. Það er svona En við sögðum að við myndum byrja season 3 með víni. Já, því að við ætluðum alltaf að gera það en svo bara... Máttu ekki? Nei. Það var nattsósugli í septaból. Tjók. En þannig að, þið heyrir örugglega í búblunum. Hlusta á þetta. It's the bubbles, my friend. Oh, love me some bubbles. Herðu, nú getum við skálað. Já. Skál fyrir season 3. Skál. Skál for being back. We're back, bitches. Ég ætla að segja besties. Við erum ekki alveg búin að ákvæða hvort þáttur mun heita We're back bitches eða We're back besties. Bitches er svo aggressive en samt svo mikið Regina George vibe eitthvað. True. Hann I don't know, we like both. Við erum alveg komnar aftur. Og hvað skrítið að vera komin aftur. En samt svona eins og ekkert hægt, finnst mér. Nei. Ég sest inn ég er bara svona, I'm home. Já, mér líður ekkert eitthvað svona, hvað er þetta stressu? Nei. Já, maður er bara svona, I'm home. En eins og við sögðum í aukaefnin okkar, fyrir þá sem er búin að horfa á það mukbangið okkar, þá er svo gott viti, svo góðs viti að við sem voru að sakna þess að vera þarna. Ángríns. Það segir eitthvað bara hversu skemmtilegt okkur finnst þetta að vera. Já. Til dæmis best. Við elskum að vera komnar aftur og við ætlum að byrja á að nefna OG styrktaraðalinn okkar Laugarspa organicskincare.is. Herru, ný eftir að við tókum okkur pásu frá upptökum þá opnaði Sturluð. Nei, þetta er eins og, þetta er gorgeous búð í Laugavinum á Kringlunni. Í Kringlunni, ástin. Í Kringlunni, bara leið og labbar inn það sem vörklass er. Þá bara sérðu, þetta er bara amazing. Þetta er bara, mann líður eins og maður sé bara eitthvað annars staðar. Já, þetta er svo flott display hjá þeim, sko. Ekkert eðlilega. Svona, þú veist, hillurnar eru svona, það eru svona bara nokkra vörur sem er svo flott, þú veist, og svona raðað, þetta er allt svona vaskur í miðjunni. Gilt, væp, einhvern veginn, og bara, þú veist, væpið, þetta er bara svona Kashmir Royal. Já, þetta er bara svo fancy. Svona, já, fancy. I love it. Og ógeðslega flott. Og nú loksins getið þá farið til þangað ef að ég vilja, þú veist, testa ykkur vörur að þið er einmitt vaskurinn og þau getið testað þetta á höndunum og pröfa að setja, þú veist, glósermi, svona finna áferðina og finna lyktina af bodylotionunum og finna Kashmir Royal munin. Mér mæli með að spraya í svona og svona þefa vel. Svo gott, sko. Já, svo mikið æði. Þannig að þetta er sturlubúð og bara til að hamingju Laugarspa með hana því að þið megi vera virkilega stolt af henni. We're so proud of you. We're so proud of you guys. En líka svo gaman eftir að búðin kom við vorum náttúrulega með seríu í gangi fólk vissi það samt. Það var að vera að senda okkur ég hoppa í Kringlunni ég veit það. Og var að kaup mér það sem að þið voru að mæla með og svo gaman að sjá, svo gaman að heyra. Ekkert skemmtilegra. Nei, ekkert skemmtilegra þegar þið, þú veist, taki okkar áleggingum og sendu okkur það. Já, sendu okkur það. Það er eiginlega bara besta, sko. Við elskum að fá skilaboð. Já, þannig ef þú hefur ekki ennþá fundið lyktina af Kashmir Royal eða ykkur af vörunum sem við erum búin að vera að tala um eða pröfa rakamaskan eða möddmaskan eða hvað sem það er, þá getur við skroppið í Kringluna og testa þetta. Sé hvernig finnst lyktinni og ónæmi fyrir lyktum og eitthvað svona, svo margir sem er svona
getur ekki lykt, skilur já. en svo bara svo ógeðslega organic lykt af þessu, þetta er ekki svona chemical lykt, skilur þetta er ekki svona, wow organic já, þið veitir að fólk lápa fram og maður svona, wow það er bara svona mígreni, þetta er ekki þannig ó nei herra, svo erum við með annan styrtalega sem okkur langar að segja frá já, glænýjan en það er Mist & Co eða Mist & Co þið ráðu hvernig þið byrjaði fram en það er sem sagt íslensk framleiðsla og við sem erum huge á íslensku við elskum íslensku örmerki já. En við erum kannski ekki alveg bestar í íslensku nei, það er svona því vandamáli en þetta er bara íslensk framleiðsla og þetta eru sérst burstarhinsar og líka þetta kaupa hann svona, þú veist, handklæði til þess að þrýja busta með. Svo sniðugt. Þið vitið að við elskum gott skincare og það sem er mjög mikilvægt í góða skincare er að vera með hreina busta. Og þetta kemur í 2 típum, þetta kemur í svona sprayformi. Þú sprayar bara í bustan og nuttar í annarkvort handklæðis frá þeim eða bara handklæði eitthvað. Og bustin er bara hreinn á 0,1 og þurr á bara 5 sekúndum það er amazing og bara beint í að mála þig og líka þú veist þessi varar hönnuð af íslenska stelpu sem er förðunarfræðingur og búin að vera förðunarfræðingur í mörg ár þannig að hún talaði mitt fyrst við okkur og sagði okkur þú veist þetta er svo ofta að hún var að farða og hún þurfti að hafa alveg hreint á milli þú veist kuna bara spritt á milli deep cleanse bara deep cleanse á milli þetta er svo sniðutist þess að sko þið viti ekki hversu oft ég dregða á langina að þrýfa bustunum mína að því að oh my god það er svo time consuming ángríns og líka það að maður þarf að bíða í svona 12 tíma alveg þarna þannig að þetta er svo sniðut upp á þetta þarna strax þá er maður bara ok, ég get þrýfa bustunum því að líka það er ekki bara það að húðin þú veist að það hefur slafið með áhrif á húðin maður getur fengið bara eitthvað sýkingar, skilur og bólur og þá er þetta líka upp á áferðin á make-upni og sem að geða skítu að busta þá er make-upið þetta ekki að fara að líta eitthvað geggja vel út sko 100% Clean your brushes mælum með Mist & Co við mælum klárlega með þeim og það er hægt að fá þau í að þau geti kíkt á heimasíðuna og svo eru þau líka í Hagkaup já, þau eru Hagkaup þannig að það er Hagkaup um all land, þið veit það og netið er Allstaðar heimasíða þeirra er Mist & Co já .is ég er alveg nokkuð sem að það sé alveg bara .is let's double check það ekki? Jú, þetta er svo mikið æði og við bara mælum sjúglega mikið með að testa þetta já og við viljum alltaf styðja íslensk fyrirtæki klárlega, Mist&Co.is já, það er .is yes sir en alltaf íslenskt og þú veist líka bara ógeðslega flott sagan á bakvið þetta svo real eitthvað já og bara þú veist, hún var förðunarfræðingur hún sá þörfin á, þú veist, og það er alltaf bestu vörunar þegar einhver, þú veist er að leysa einhvern vanda sem að þú ert bara þekkir svo vel einmitt, það er auðvitað ástæðan okkur, þú veist, eins og Kylie Cosmetics gengur svona vel, af því að hún hefur talað óbúlega, hún var með, þú veist, óörugg með vararnar sínar, þannig að hún bjóð til fullkomna lip combo overlining lip kit, já og svo eins og Kim, þú veist, hún elskar shapewear og Skims gengur svo vel að því að hún er bara búin að pröfa allar gerðir og loksis hannaði, þú veist, það sem henni fannst bara vanta á markaðin og þetta er nákvæmlega þannig ángríns þannig að go deep, clean your brushes ángríns, clean brushes en já svo líka náttúrulega Kim með hana því hún er með psoriasis, eða ekki? Jú. Og hún gerði svona vöru sem að þú veist, eitthvað svona body make til að covera það já, mér finnst það ógeðslega sniðugt já, bara, ef þú vilt gera það, skilur þú veist að ég veit ekki, hún er svona að leysa sinn vandamál sem er örgulega fyrir marga líka náttúrulega einmitt, hún bara leysa sinn eigin vandamál og svo eru ógeðslega margir sem tengja ángríns sem er aldrei einn í neinu þú veist, það hafa allir mjög fáið allavega sinn djöful að draga ángríns en heyrðu, við erum komnar aftur og þeir sem er að horfa á YouTube sjáuð hvað settið og hvað er cute við erum hérna með, þú veist, svona blóm og smá sneitur nýrdúkur við erum með samlokur og keks já, oh my god, elska ágrís, svo erum við freyðuvín já, því núna er þetta Havana Blast já, svo er þetta með að það sé freyðuvín fyrir fram og svo verður bara alltaf með það í hendinu bara einmitt það er svo mikið stemmari sko. Þetta er bara stemming sko og búbluhljóðið og þið veitir þetta er it's worth it guys herru, á meðan við erum búin að sko, við hættum að taka upp 9. apríl pældi hvað langt síðan já, í dag, þegar þessi þáttu kemur út er 1. júli það er bara júni 3 mánuðir já, fyrst
allan allur mæ, hálfur apríl. Nei, eiginlega allur apríl. Þú veist, alveg 9. alveg mjög snemma. Já, true. Já. Apríl, mæ, júní. Já, það eiginlega komið bara svona stíð. Mæ, júní, júlí. Já. 3 mánuðir næstu. Já. Styrlað, sko. Galið. En síðan þá hefur nú margt gerst. Og það hefur þú nokkuð gerst. Margt breyst. Já. Ég var að mynda að hlusta á þáttun okkar. Ég er búin að hlusta á okkur því ég sakna okkar. Pældi því. Er það eitthvað skrítið? Nei. En þá voru við bara svona, já, vonandi engar takmarkanir. We've manifested. Já, jokes. This bitch. Við vonum bara, ok, við ætlum að spá í framtíðina að það var engar takmarkanir þegar við byrjum aftur. Já. Wow. It happened, guys. You're welcome. Dream. Ágrís, þetta okkar að þakka. Nei, en já, öll aflétt. Þarna voru náttúrulega, þú veist. Það var alveg mikið að reglum þarna. Já. Óminu umasti. Geggjað. Já, æði gaman. Og svo sannlega mætti veðri búin að, þú veist, það mætti alveg vera búin að vera betra. Ok, við erum samt alveg búin að 2 daga núna í röð þessari viku, sko. Ég veit það. Svo mikið óvart eitthvað. Já, þegar ég var að koma hinga í morgun, ég var bara, hvaða? Ég bara, er ég að fara inn í allan dag? Einmitt. Það bara geggja við núna, eins og Og þið veitir það, þegar kemur svo gott við bara nýta það í botn. Bara do whatever you can. Ángurins bara farið út á palliður með pallu og bara liggið þar. Já. Bara göngutúr. Já, maður kallar nokkru svo Vassblöðurstríð. Svo lítlýsist mín að kaupa hann í Costco daginn, ég var bara má ég fá hann ána. En já, það allan engar takmarkanir og Guð blessi það. Og svo hvað meira hefur breyst? Þú útskrifaðist? Ég útskrifaðist, já, það er rétt. Oh my god, it's finito. It's gone, bitch. Hvernig leiðir? Ógeðslega vel, sko. Varstu ekki bara svona, ég man að mér leiði eins og ég var svona múrsteinléttari þegar ég svona setti submit. Já, á ritgerðinni hjálpi mér, sko. Já, það er örgulega besta við þessa 2 mánuði. Til að útskrifast alveg mánuði eftir skila var að bara íta á takkan. Já. Og bara bye. Já. Bara búið. It's gone. Bara, já. Þetta er svo svona, þú veist, þetta er svo bittersweet moment og maður bara svona, bara, þú veist, manni vinnur eitthvað afsnalega lengi í að búa til eitthvað, þú veist, ritgerðabréf, skilur, maður svona. Já. Og manni finnst eins og að koma sko bara flugeldar og bara það komur þetta á Canva já, litli míní maður svona það er eitthvað meira en þetta sko that's all you have en svo þurfti til líka að fara í bókhaldspróf daginn eftir sko, það var hrikalega þannig ég var svona beint í bækurnar aftur svo var ég búin það var besta tilfinning lífsmíns sko því fór ég þetta próf daginn eftir það var seinasta prófið mitt og svo fór ég bara í klippingu eftir prófið og svo var ég að fara út að borða það með öllum stelpunum og fagna og ég var bara svona, ég get ekki fagna, ég er ekki komið engun úr þessu af því að, þú veist, ég verði að vera að koma með svona, maður verður að klára og svo bara, þú veist, leiði búin í klippingunum og stelpunum konar að sækja mig í klippinguna þá bara engun komin og ég var bara it's over og nú erstu bara, I will let go ángríns, það var bara, ég er í frí núna er ég komin í frí bara geggja sumafrí smá skólafrí Já, nefnilega. Kannski segja okkur frá því. Já, ég bara er að fara að mennta mig meira. Já. Þannig að þú veist, fyrir mér er það skólinn ekki alveg búinn núna, ég er bara svona, ég er að fara að halda áfram, en það er bara spennandi. Já. Það er bara gaman. Þú ætlar að taka masterinn strax. Já. Ég er bara að klára af. Já. Það er gaman. Það er bara... Mér er maður ennþá í svona skólagýr. Það er bara svona... Ef ég myndi fara í ykkur pásu, myndi ég bara geyma þetta mörg ár. Ég nefnilega hefði haldið það, sko með mig sjálfa. Þess vegna var ég bara að klára þetta bara, þá ertu bara búin með þetta. Einmitt. Maður er bara svona, ok, ég gat gert BS-ritgerð, þá get ég alveg fara að gera mastersritgerð, skilur bara, ég gera það á meðan ég er ennþá warm, sko. Já, true. Þannig að mér finnst það bara svona, fyrir mér var það eina vitið, sko, ég var bara, ok, ég ætla bara að sækja. Og svo bara komst ég inn og bara geggjað, sko. Bara til hamingju. Svo spennandi. Og hvernig byrjar skólinn? Í miðjan ágúst. Sælis. Þú maður nýða hann tíma vel. Það er komin júlí, sko. Já. Hvernig er komin júlí? Ég veit, skilur það ekki. The hell? Ég þarf að gera svo mikið, sko. Ætlar þjóða því það? Ég veit það ekki. Ætlar þú? Já, ég er að fara. Það? Já. Ok, ég vissi ekki. Ekki? Nei. Hvernig ertu að fara? Og bara þjóða því, þegar það er. Já. Hvernig er það? Þú veist, ætlar að fara á 50. föstudeginum og sumir fara bara sunnudag. I don't know, sko. Ég held ég sé með helgapassa. Ok. En ég einhvern veginn segi alltaf bara, ok, ég ætla að kíkja í 2 daga. Eða 1 dag eða eitthvað. Svo enda ég alltaf að fara á 50 degi. Já, en ertu í húsi? Já. Ok.
að þú sagði sérst, þú ætlaði aldrei aftur aldrei, nei. Ég myndi ekki fara, ég myndi ekki sem fá FOMO ef ég þyrfti að vera í tjaldi, sko. Ég fæ eiginlega aldrei FOMO. Nei. En það ógeðslega margir sem bara að deyja, ég er alltaf bara svona, ég reyna alltaf að finna mér eitthvað skemmtilega að gera, sem ég er skemmtilega að fatta mig. Ég gæti alveg gert eitthvað annað en þjóðhátíð, en það er svo gaman að fara þjóðhátíð. Það er líka, þú veist, þessi þjóðhátíð ár var örugglega sturluð út af því að það var pása í fyrra, sko. En já, Nei, líka bara ekki bara pása, heldur bara COVID, sko. Já, ég segi það, skilju, það var bara svona Jesus. Og hvað bannað að fara á þjóðhátíð, skilju. Nei, líka bara hjálpi okkur að Bankastræti Club er að fara að opna. Ég sko, guð blessi Laugaveginn, sko. Gríms. Það er búið að vera, það er búið að vera náttúrulega opið í einhverjum klúbum núna senstu helgi. En núna er Bankastræti Club bara, ég held að það er trillt, sko. Verður þetta trillt, hvað? Birgittu að þetta lukkar eitthvað annað vel, sko. Þetta er bara, þú veist, þú ert líka svo professional, skilur, nú getur bara panta flösku bara netinu og... Mér lýsir sér bara í London eða eitthvað, sko. Ándjóks, þetta er þannig væp. Já, I love it, sko. Sko, ef klúbarnir einmitt úti eru bara nákvæmlega settir upp svona og það, þú veist, einmitt, þetta er bara, þetta er geðveikt. Íslendingarnir eru með svo, þú veist, vorum með svona trashy klúbamenningu. Ef við vorum bara ekki með klúbamenningu. Nei, þú veist, það voru alltaf bara, já. Skilur, það var meira bara sem eitthvað peppa, eitthvað, eða þú veist, ég veit ekki. Já, þú veist, að vanta svo mikið eitthvað svona, eins og Birgitta er að gera núna. Bara svona, eitthvað svona, wow, skilur, ekki alltaf saman nema bara svikur staðurir, fattur við. Klárlega. Það er mjög spennt fyrir því. Ekkert smá, sko. Það verður gaman. En hérna, já, það gerist við varum í burtuð, útskrifaðist. Svo erstu útskrift af veislu. Já. Ég skal sem að byrja því að ég útskrifaðist. Og þú bara komst með barn út úr, sko. Já. Ok, kom með það sérna. Það er svo obvious. Já, líka obvious að ég útskrifaðist. En já, ok, ég held útskrifaðislu. Það var svo gaman. Það var styrlað. Vá, sko. Fengum, ég sé alltaf við, ég veit ekki af hverju. Því ég er að tala ég bara, takk fyrir mig, takk fyrir okkur, svo bara, þetta var mín veisla. Já, þú ert bara meira að meina kannski svona takk fyrir að trýta gestina mína. Já, allir sem komið með og skilur, bara, ég veit ekki, þegar ég var að fara líka, bara takk fyrir okkur, ég var svona, I am just one person, skilur, ég er ekki vön að halda eitthvað fyrir mig bara, fattur þú mig. Þannig að, en það var ógeðslega gaman, fengum búblubílinn, það var geggjað. Það er bara að það hafi verið til og, þú veist, ég hef aldrei heyrt þetta bara, og svo sendum einhvern mér þetta á Instagram og ég var bara, er til eitthvað sem heitir búblubíllinn. Já, og það er bara bíll, pinglítill sætur, ógeðslega cute bíll og hann er bara með búblum og bjór. Já, búblur á krana. Já. Amazing. En þetta var sturluveisla og varst ekki sátt með kvöldið og... Jú, þetta var geggjað. Fengum líka barþjóna. Já. Reykja cocktails. Það var eðlilega þægilegt. Já, þetta kom að gera Don Julio cocktaila geggjaðir. Og það var, ég mæli ógeðslega mikið með því sem ég veislu að vera með barþjóna. Þetta er svo mikið stemming að vera allt í einu bara að fá okkur geggja cocktaila. Einmitt. Love it, sko. Geðvikt. Svo er geggjað matur frá matakompaníin sem ég mæli ógeðslega mikið með líka. Þetta var störla, sástu mataborðið? Sko, svona, ég náttúrulega sá mataborðið en af einhverjum ástöðum því ég var svo ógeðslega busy að tala við alla og var svo gaman hjá mér. Ég gleymdi að borða og ég vaknaði næsta og ég var bara, Gunnar, ég fekk mér ekki neitt bita. Hann var bara, það var svo gott. Nei, ég sé ennþá eftir þessu, sko. Ennþá, þannig að ég er bara pín sára til sjálf og mér skulle bara ræða þetta. Það var líka eitthvað svona vegan taco hana. Það voru allir, sko, bara, það er alltaf mjög fáir sem ég þekki vegan. Og þau voru bara, þetta er besta taco sem ég smakkað. Oh my god. Ég fekk bara 2 eða eitthvað, ég var alltaf busy líka. Já. Ég maður bara, það er fjölskyldupartið mér undan. Og ég var bara svona, ég ætla að borða núna. Og fekk mér einhver pingulítinn disk og svo bara svona gleymdi því restina af ferðinni. En ég var alltaf svona að laumast í einn og einn og svo þegar allir voru farnir og væri svona now it's time. Já, geðvikt. Svo gaman, sko. Já, ég sé ennþá eftir þessu en I'll make it up one day, sko. Já, við allan daginn fara að bóka þetta næst, sko. Já, klárlega, þannig að þú veist, þetta verður, ég hef eftir að smaka þetta. Big things coming for tebóðið, þannig að maybe... Who knows? Þú veist. Kannski þurfum við að fá... Waiting Já, þannig að það var geggi útskriftveisla og líka bara til hamingju allir sem voru útskrifast. Já, vá. Bara, svo vel gert í COVID, ógeðslega erfitt. Já, klárlega. En ég er svo stolt af okkur öllum. Ég er líka svo stolt af ykkur öllum. Og hvað var það meira sem skeiði?
Herðu, þú eignaðist barn. Já. Og þú skýrði barnið þitt. Já, það er rétt. Herðu, já, nú loksins veistu nafnið. Já, hjálpi mér, Herðu, já. Jú, ég eignaðist þarna litla stelpu fyrir settan dag eins og öll vorum að tala að myndi gerast. Þú var samt bara, ég er að fara gangi yfir. Já, bara nei. Já, á síðustu metrum var ég bara eitthvað, þetta mun aldrei linna. Nei, en Sigga Kling sagði, hún mun ekki láta bíða eftir sér. Nei. Og ég trúði henni bara. Ég líka. That's right. Ég er bara svo ógeðslega þakklátt fyrir að Sigga hafi rétt fyrir sér. Af því að þú veist, ég hefði ekki viljað efast Siggu. Fattar mig? Nei. Never doubt Sigga. Sko. Nei, nákvæmlega. En þú veist, she proved us wrong, right, once again. Hvað er að segja? Já, hún sannaði sig þannig, sko. Klárlega, sko. En 11. apríl, þá kom lítil stelpa í heiminn. Litla líf, eins og ég kalla hana í alltaf langa tíma. Já. Og svo erfitt að kalla hana, þú veist, Embla núna. Ég veit það. Því ég var svo, já, litla, nei, Embla, nei, litla. Já. Það var líka svo þurfa að halda svo lendi og eitthvað. Ég veit það. En já, núna, þú veist, hún kom svo sagt 11. apríl, klukkan 4:30, 16:33 og svo var hún skýrð bara daginn. Hvað var það? 13. júní. Já, 13. Og fekk þá nafnið Embla Líf Gunnarsdóttir. So cute! Þetta er svo fallegt nafn. Veistu það? Já, bara Embla Líf Gunnarsdóttir. Þetta er bara svona it's perfect on paper and everything. Thank you. Við vorum mjög ánægð með þetta og þetta var það sem var ákveðið bara frá byrjun, frá því að við áttuðum okkur á að þetta væri stelpa. En við vorum alltaf að bíða eftir mómentinu. Skulum samt sjá hvernig hún lítur út. Þú veist, hvernig náður að halda þessu lindi frá mér svona lengi? Ég veit það ekki, sko. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Að ég var alltaf svo hrædd þú veist, hvað ef þetta passar ekki? Og hvað maður búin að segja fólki og kannski fá, ég veit ekki, skoðun, þú veist, og bara hvað þetta geggjana. Ég skildi því samt, sko, í fyrst var ég bara svona, hvað er aðeins bíðanlega skýrni? Bara því ég var svo forvitin. Já. Svo var ég bara svona, þú veist, við erum öll hérna bara að bíða í skýrninni bara hvað er það, skilur? Já, það er svo mikið stemming, þú veist, það kom svona, þú veist, það fullt af fólki og bara kleður og spjalla eins og gerist í skýrnum og svo bara eitthvað, jæja, hvað er nafni? Og það var bara dauðaþögn, það var bara allir með monies á einhverju nöfnum Já, svo alltaf einhverju sem heyrir ekki alveg hvað sá hann? En já, þannig að það var alveg hún kom með nafnið sitt, þannig að nú getum við að fer henni svo vel. Það ekki? Jú. Sæta Embla mín. Já, ég beið eftir að sjá hana og svo sáum við hana og við bara, ok, jú, þetta passar. En já, það er það sem ég er búin að gera. Já. Er að, eignast barn og skýra barnið og svo bara njóta einasta dag með henni. Já. Og já. So precious. Já, og hún er líka bara, hún er engill. Já, hún er yndisleg. Hún er bara, fyrst eins og við tókum upp vídeo daginn og svaf bara allan tíman. Hún var bara svoandi allan daginn, sko. Hún var bara með henni að stúrsast og hún var bara svoandi. Hún er rosa góð í að taka hana með, þú veist, ég efast ekki að það komi til þess að ég muni þurfa að koma með hann upp í stúdíu og taka upp og hún verður þarna svoandi. En þú veist, ég hef engar áhyggjur af því. Nei. Hún er svo góð að Já, besta mín. Já, verður svo stilt og dugleg og veist, svo leggjum við hann niður að leika sér og hún leikur sér og svo bara sopnar hún og leika sér eða bara horfið en já, þannig að fyrst, það er svona basically sem við erum búin að gera, við fórum í sumarbústað og þú komst og kíktir á okkur ég og Bensi komu þú og Bensi komu og já, að fara í sumarbústað með unga barn er eins og að flytja já við erum bara lítinn bíl og það var bara, það hefði ekki getað komist ein makaróna inn í bílinni viðbútt ángríns, sko. Þetta var alveg þannig að, hafði það í huga Nei, ég bara, I know, sko og líka eins og Jóa með Tinnumaríu, sko, það er alveg mission líka það er bara batteri það er bara stúdfullu bíl, skilur nákvæmlega þú endur að vera að jeppa mamma bráðum eins og Jóa, sko ég bara pottit, sko, ég fyrst I want to, skilur, við langar að hafa smá space mér langar að jeppa mamma, sko I love a good jeppa mamma jeppa mamma er best mömmuna, sko ándjóks en já, ég held að það sé svona pretty much sem við erum búin að vera að gera, sko náttúrulega bara auðvitað bara, þú veist lífið fyrir aðeins í meira svona slow paced eða svona, hvað segir maður, svona slow pace bara, þú veist, þegar maður er með lítið bat skilur maður ekki eins svona út allt og þannig en samt bara svo gaman bara, þú veist, ég var aldrei tekið af marga göngutúra og ég hef á æfi minni, já, það er ógeðslega skemmtilegt og já. Ég er líka heppin að vera, skilur með hana svona litla og í göngutúra svona á
þessum tíma já, þessum tíma, það að koma sumar skilur, þarf ekki að vera bara eitthvað að krókna já, eða hrættum henni þessi ískalt eða eitthvað ég myndi að þeir sem eignast börn bara í október eða nóvember skilur, hjálpi mér já, talandi börn í október, ég alltaf eignast lítið frænda í já, október til hamingju takk fyrir elsku Hildur að þurfa að vera að labba með hann hana í október komið hann? Hann, já, lítið frænda Bibbi með bróðir já, Bibbi verður stóru bróðir cute það eru bræðirnir sko, ég er svo spennt að sjá hvort að þú veist að því ég man svo vel Birnir er í rauninni á undan Embru var það eina unga barn í lífur mínu og ég taldi hann en það var unga barn þá var 3 ára skilur en og það er svona mann ég svo vividli hvernig hann var sem unga barn þú veist, bara alveg, þú veist, ég á líka 300.000 myndir af hannum, skilja, því ég var alltaf bara, oh my god, þetta barn, og ég er svo spennt að sjá því að nú er eignast aftur strák, þetta er sama formúla þetta er bæði Hildur og Aron, hvort það kom bara alveg eins. Einmitt. Ég er svo spennt. Já, vá, þú segir það, en það er yfirleitt þannig mér finnst alltaf komið bara svona copy-paste. Finnst þið það? Já. En persónuleikar alltaf ólíkir. Já, algjörlega, en svona útlitslega ef þetta er sama blandan, skilur Já, nákvæmlega. Ég er ógeðslega spennt að sjá. Já. Því Birnir var líka með frekar svona distinctive útlit, skilur, hann er mjög líkur sjálfum sér í rauninni eins og hann var unga barn. Þannig að maður veit bara, maður þekkir hann alltaf, skilur. Já. Þú veist, ég sé horfa á þannig að svona, já, þetta er Bibbi, skilur, þú veist, að því stundum er ég þannig með sum andlit á fólki, skilur, það er svona, kannast þessa manneski, að því mér svo margir vera svona líkir, skilur, en það er svona ein manneski sem er bara svona, þú manst alltaf eftir þeim, fattur þau. Þannig ég er mjög spennt að sjá það sko. Það er mjög spennandi. Hvað er spennandi? Því ég þekki engan svona á okkar aldri sem að það nokkuð, sem að er komin baby nummer 2. Nei. Ekki þannig sko. En svona allir sem ég sé sem ég þekki kannski ekki nógu vel eru með alltaf svona mini-útgáfun af systkinum sínu, það er svo krútlegt. Sérstaklega ef þetta er einmitt sama kyn. Já, einmitt. Þannig að þetta er ógeðslega spennandi, ég er mjög spennt. Og ég bara sé fyrir mér að litli þeirra og Embla verður bara, þú veist, bara þeirra á sama ári þannig að þau fassa sömu menntaskólaböll þau verða, þú veist, verður besti vinir þau verða að vera bestis þau verður Bibbi stóri frændi alltaf skuttlaðum út allt elska, kikir ríki fyrir þau vona það væri gull síðan annað sem að hófst á meðan við vorum í pásu, en það er Love Island. Já, það er byrjað. Ég er smá eftir á. Já, það er alltaf. Ekki segja mér neitt? Nei, alls ekki neitt. Ég segir ekki orð. Ég bara segja að það er byrjað fyrir alla sem að vita það ekki eða vita. Já, og ekki spyrja okkur hvað við að horfa. Því að við vitum það ekki. Nei. Þau þurfum bara að finna einhver leiðir, sko. Já, þetta er pínuflókið. En já, því miður. En eins og ég veit ekki ef að kannski gott að tala þetta líka podcastinu, en við tölum þetta í aukafninu okkar að það sem við tókum upp myndband þar tölum við að hvern sunnudag allavega að recappa vikuna og tala það sem er búið að gerast í Love Island það vikuna og bara svo spjalla hvað okkur finnst skrítið, hverju finnst bara saman, bara eitthvað okkar svona spádómur, hvað fyndið, hvað var ekki fyndið ég var að horfa í gær og bara skrifa nýju glósur sko þannig að ég mun vera með Love Island notebooks sko ándjóks, þannig að það verður ógeðslega gaman fyrir þá sem eru að fylgjast með þeim þáttum þá geta þau tjúna inn á okkur hlusta því ég veit hvað er gaman stundum að hlusta á einhvern annan ræða það sem maður er að horfa á ef maður samanlega ekki þannig að það verður en við þurfum samt þetta verður ekki alla sunnudaga. Halda áfram. Ég er að sjá hvort þú fattir. Þegar þú ætlar ekki til útlanda. Já, ég er að til útlanda. Já, bara excuse me. Þú ætlar ekki til útlanda. Þannig að sá þáttur kemur bara á þriðjudeginum. Á þriðjudeginum eitthvað, já. Algjörlega, ég er að fara til London. Já, hún er að fara að horfa bara... Hún er að fara í rannsóknarferð. Já, ég er að fara get the real tea from the Brits. Hún ætlar að fara og kannast betur hvernig þú veist svona ekta proper tea er og svona teboð. Það verður svona vettvangsferð, skilur Ég er að fara að tjekka hvernig alveg te er. Já. Ég ætla að tjekka á Elisabethu hvernig hún hefur það. Já, flott. Og svo ætla ég að sjá svona hvernig allir Bretarnir að haga sér yfir Love Island, skilur. Þannig ég kem alveg með gott storytime eftir London. Ég held sko, ég var að hugsa þetta þegar þú semur að fara til London við erum meila að taka svona United Kingdom bara þátt þá þú veist, sleppum við bresku fyrirskildinu en þú veist, við erum báðar
ég sko fara fyrsta skipti til Englands eftir að þú varst orðin fan? Já, af því ég var aldrei fan af Royal Family, mér var bara alls saman þau núna ég big fan, Ertu að fara okkur söfn og eitthvað? Ég ætla að gera það Ég er svo að bó Það var svo gaman, sko Ég var embla fyrir mig svona ferð aðeins seinna þú erum aðeins stærri Þú kemur næst Já, ég kemur næst þannig að þú tjekkar á þessu öllu og þú svona finnur fullkomna hlutina og svo ferðu með mér á emblu og sýnir okkur Já, ekki? Algjörlega En já, þannig að taka bara svona United Kingdom þátt þegar þú ert komin heim gríns Af því við höfum báðar verið svo mikið Þetta bara uppáhaldsstaðurinn minn til að fara á, sko Já. Svona, að því þetta svo stutt og svo og svo æði maður þekkir þetta svo, þú þarft ekki að fara þarna og vera bara, að eyða öllum deginum í að túristast Nei, alls þú ert bara að fara þarna og bara njóta, skilur 100% þegar þú ert búin að fara eins ofta við Og líka, já, við tökum þetta í þeim þætti en veistu bara, þetta hefur svo margt upp á að bjóða En já, þannig að Sunnu ætlar að fara aðeins út og tjekka stöðuna á fólkinu úti Já, þetta bara vinnuferð Hvað kannski heldur fólk að þú sér að fara í villuna? Fara í villuna? Já, ég og Bensinum fara saman Já, þetta kom sem svona, þú veist Já, kom eitthvað svona nýtt inn Við komum inn sem svona comparable couple, skilur Já, og þannig að fólk á að reyna svo koppi ykkur Já, Eða að vóta okkur, já, skilur true Við erum bara already a match, skilur og bara svona you has to be like us Já. Nei, en þetta var, já þannig að sá þáttur eftir Love Island kemur á þriðjudaginn eða eitthvað ekki? Jú, bara ekkert tíma þá þá bara reköpuðu helling, skilur Já, bara vikuna pluss 2 daga Það verður bara geggjað að því fyrir þá sem ekki vita en þá er náttúrulega Love Island sýnt sko hvern einasta dag nema á laugardögum og sunnudögum á laugardögum kemur Unseen Bits Hefur þú verið mikið að horfa á það? Ég er nefnilega að horfa á það, sko Já? Það er alveg skemmtilegt Ég nefnilega hef bara verið að horfa á það þegar ég er að horfa á þetta í þú veist beinni, skilju, þess þegar ég tala sko live úti Já, að þegar ég er að fylgjast með þessu day by day ef ég detti eitthvað aðeins aftur úr þá kannski sleppi ég Unseen Bits En það er, þú veist, þegar þú ert að horfa á Love Island þú ert bara að horfa á einn, það er næs að eiga inni Unseen Bits Það er enda rétt, sko Mér finnst það mjög skemmtilegir, það er bara svona þau bara eitthvað ekki, það er ekki svona söguþráður, skilur bara svona klippur hér og þar bara klippur hvað þau eru að gera því er það on camera 24 hours bara a day, sko svona mikið sem það getur gerst mikið sem það þarfst að gera til þess að halda þér uppteknum Nákvæmlega Þetta er eina fólki í heiminum sem að sem er svona vandi að vera í quarantine Án gríns, já Þau hefur bara fengið hvað er þetta, 2 mánuðir bara quarantine með sama fólkinu allan tíman Já, ántjóks Nefnast stundum komin allan nýr inn Já, en svona þú kemst ekkert út Þú kemst ekkert út Það er rétt hér Þau byrjuðu leikinn, sko Án gríns Þau manifestuðu þetta Já, þau gerðu það, sko Allir sem að hugsaðu eitthvað tíma ég var til að fara Love Island svo bara fengu allir að fara Love Island Já, svona er þetta En svo líka bara fyrir þá sem ætla að fylgjast með Love Island og ætla að fylgjast með recap þáttunum okkar þá erum við alveg með svona smá inside scoop Já, alveg Já, úr villunni, ég er ekki grínast sko, úr villunni sjálfri þannig að tune in to find out Ég ætla ekki að segja hér, Nei. Ég ætla að segja það í aukaöfninu Já, Love Island þættinum, sko Já, þannig að þá tjekkja á því og fylgjast með okkur og þá kannski segjum við ykkur smá svona þegar við um nokkra breska vini Já Við segjum ekki meir Herðu, en þú spurðir við settum inn á Instagram okkar sem er bæði ennþá í fullu fjöri og ekki láta það framhjá ykkur fara en við spurðum hvort að þið hefðu ykkur spurningar til okkar til að svona catch up spurningar Má ég sjá Ok Ertu tilbúin? Já Veldu spurningu Ok, má ég sjá það er svo mikið sem við erum búin að taka Það er rosalega margir að spyrja fæðingasöguna Þú ekki segja þeim Jú. Hvað við ætlum að gera Það er bara næsti þáttur Já Næsti þáttur og líka eins og við takja eftir á kom þessi þáttur út á 50 þannig að kannski gott að taka fram að núna verðum við mánudag og 50 Já. Þannig á mánudaginn þá kemur þáttur sem heitir bara Fæðingasöguna Embla líf Eða það, já, Embla líf bara og þar förum við yfir þetta og við eigum eftir að setja spurningaboks þar sem að þið getur bara spurt okkur allt sem þið vilja vita þannig að því ég mun alveg tala svo mikið eitthvað, að segja svo sög þannig að mér finnst gott ef að þú getur spurt Já, ég skal spyrja þig frá þeim Algjörlega Held það sé skemmtilegt þannig að þið eru að fá að heyra þetta allt saman Engar ágjörð því, sko Svo er einn sem spyr bara hvernig líður ykkur? We have missed you, segir hún líka Já, ég hef aldrei verið betri Okay, same Ekki? So happy Já. og bara
allt bara einhvern veginn geggjað. Já. Life is good. Life is very good. Margir spenntir fyrir Love Island. Já, og spyrir okkur að ræða fólki í Love Island. Það kemur allt í aukaefni sáttunum okkar. Oh yes. Útskriftarveislan, skírnin og fæðingin. Við erum búin að taka allt. Já, svolítið fórum yfir það. Já. Já. Einn sem hérna segist þeirra með trillta hugmynd og getið mögulega fengið tebúðst aðdánda í einn þátt. Það er bara ógeðslega góð hugmynd. Já, við erum að hafa eitthvað svona smá gjafaleik eða eitthvað svona. Já, eitthvað svona smá keppni. Spurningaleik eða eitthvað. Já. Hver fær að koma? Já, við finnum eitthvað. Já, það getur skemmtilegt. Já. Ætla Birta að eignast annað barn? Ef já, hvenær sirka? Heyrðu. Vá. Já, þetta var bara Settu niður dagsetningu right now. Ég klárlega langar eitthvað hann í annað barn en ég held að ég og Embla ætlum að njóta bara 2 eða við 3 til þess að byrja með að því að enginn að flýta sér. Nei, bara lefið hérna en svo var að eignast barn, sko. Ég var að koma af dildinni. Ég var að koma tilbaka, sko. Hvert ertu komin hérna má ég sjá? Ég veit ekki, hvenær næsta draugasjöfvegan? Það góð spurning, það ekki bara steyttist í það? Jú, allan daginn. Það eru alltaf þeir eru alltaf duglega að senda okkur einn draugasjöfur, sko, þannig að við eigum helling til þess að segja ykkur frá. Algjörlega. Nei, og gummi góður. Hvað? Við þurfum alltaf að fá gest í draugasjöfu. Já. Þið veit ekki, það sturlaðasta já. gerðist fyrir vinkun okkar. Já. Og hún er búin að segja nei, það er líka bara endalaust meira, sko. Já, sko, þess að segja hún það bara að koma. Já, hún þarf að koma, sko. Hún kemur næst bara í fyrsta draugasjöfu. Já. Kompaki, sko. Hjálpum. Nei, sko, þið eigi ekki eftir að og ég fæ bara hróllum að hugsa þetta. Anyways, það verður alltaf draugasjöfu þættirnir halda alltaf áfram. Já. Eitthvað fleiri spurningar sem vilt taka? Það eru fullt af spurningum mína sem þú sleftir, sko. Já, bara svona. Það er allir að spyrja hvað tattúið mitt stendur fyrir þegar ég segi ykkur það. Þú ætlar ekki að segja það? Nei. Ok. Hún ætlar að halda því leyndamáli. Bara keep it to your imagination. Já, það getur búið eitthvað til. Já, bara hvernig er heilsan? Við heilsumst öll vel. Já, allir heilsast vel. Já. Allir eru í hressu stuði. Það segir einina, hvað þýðir tattúið sem Sunniva og Birta voru að fá okkur? Við hefum aldrei fengið okkur tattú saman. Nei, ótrúlega sem sagt. Við hefum eftir að gera það. Já. Við hefum að fá okkur lítið tebolla. Við verðum. No joke. Ok. Ég líka. Ok. Það er bara að fyndið hvernig fólk er að orða allt hérna. Það er mjög mikið af sömu spurningunum. Plönin ykkar fyrir sumarið? Já, þú ert að fara þjóðatíð allavega. Já, ég er að fara til London, svo að fara til þjóðatíð. Fara til þjóðatíð. Fara á þjóðatíð. Svo vonandi fara eitthvað annað út. Mér langar að fara til Sólalands. Já. Eftir þjóðatíð. Já. Mér langar einmitt ógeðslega mikið til Sólalands í svona cirka september. Já, ég get ekki farið þá. Nei, þú busy. Já, ég er þá í skólinn. Já, ég veit ekki. En planið á mér í sumar í alveg er bara að njóta. Þú veist, við eigum eftir að fara í fleiri sumbústaðaferðir og fleiri útskriftarveislur og svo bara... Já, við erum bara í útskriftarveislunni í Hófín. Já. Ég er óslega spennt fyrir því. Já. Þá fyrir við roadtrip út á land. Yes. I'm excited. Já, það er bara svona aðeins rólara sumar hjá mér í ára en samt bara sjúklega skemmtilegt. Já. Það er nóg að gera. Já, ógeðslega mikið að gera. Já. Eins og segir getur Sunniva að tekið video á sér að gera day in her life og Birta líka. Við getum gert það. Við getum gert það. Gert svona eitt vídeo sem bara day in my life Sunniva og svo Birta. Af því að við erum svo ógeðslega ólíka daga. Mjög. Það er ógeðslega fyndið. Sérstaklega núna. Já, sérstaklega núna. Þannig að, jú, klárlega. En svo ætlum við líka að segja, ef við erum búin með spurningarnar. Já, það er alltaf sama bara. Já, að við ætlum að koma með nýjan lið hérna. Já, herðu. Ekki? Jú. Við ætlum að hafa smá svona, við ætlum að switch it up, aðeins að pröfa. Já, season 3, pröfa nýja hluti. Og það er alltaf að fara tilbaka. Já. Okkur langar að 50 dagarnir verða smá svona öðruvísi. Eins og í dag, við erum hérna bara að spjalla og eitthvað annað. Já, það er ekkert, eins og ég sagði, það er ekkert Hollywood topic í dag. Nei. Þetta er bara we're back. Já, we're back. Það er svona fyrir ekki hver svona smá, alltaf minka Hollywood topicin í okkur. Já, þau svona, þú veist, en samt er áhuginn svakalegur. Það, sko.
Já, en fólk líka senda bara ok, Chloe og Tristan já, en það líka bara svona okkar daily life smá Hollywood, alltaf, við erum alltaf að spjalla það og þannig að það kemur alltaf inn, við erum strax búin að tala Kylie og Kimmy það var ekki planið en já, við ætlum alltaf að halda inn í Hollywood you know us en okkur langar að gera smá svona að þið sendu okkur inn svona dilemmas eða hvað myndir það kallast á íslensku? Ég myndi segja að eins og 50 dagar verða svona örvísi og það var ekki alltaf sama sem gerist 50, það var alls konar en einn af þessum liðum sem við ætlum að vera með bara kallum hann dilemmas bara þið getur sendt okkur inn ef þú ert í stelpuvesinni, strákavesinni vinkonuvesinni rífast í mömmuðina, rífast í yfirmannið með einhverjar pælingar sem að þið langar að við hjálpum þér að leysa svona að fá okkar álit við erum okkar álit skiptir engum máli fyrir neinum en bara ef þið viljið hlusta það skilur bara ef þið viljið bara ef bara svona, já, finnst ykkur í lagi að gera þetta, skilur þú veist, til dæmis, bara við gætum tekið 1-5 dagar á maður að eyða myndum af fyrirverandi af Instagram og þá bara ræðum við það og bara með við gerum bara spurningabox og þannig en líka þið getur bara sendt okkur á e-maili eins og þið eru duglega að gera með draugasögur ef þið eru bara í, þú veist, stráka stelpuversinni, fóldraversinni rífast við mannin eitthvað ég veit ekki eitthvað gerðist og þið vilja fá okkar input þetta er auðvitað allt nafnlaust skilur þannig að þið bara sendi ykkar dilemma sem bara svona hvað dilemma á íslensku? Ég veit ekki svona vandræði já, bara eftir smá vandræðum það ert í ykkur vandræðum og langar að fá bara okkar áleikingar sem eru sko bara 100% ekki réttar skilur nei, þetta er bara okkar álit bara að þú hlusta okkur tala þitt vandamál þá getur við gert það og bara vita svona frá einhverjum sem að, hvað heitir þetta? Bara svona þriðja aðila sem er ekkert involved Nákvæmlega. Þannig að ef þú til dæmis að rífast við vinkonuna þá getur sagt okkur hvað gerðist og þá getur við séð báðar hliðar Já, bara svona hvað við myndum við myndum gera í þessu situationi Nákvæmlega En dilemma á Google Translate erfitt úrlausnarefni Þetta er alltaf erfitt orð Já, úrlausnarefni Já Þetta er bara Þannig að það er eitthvað erfitt úrlausnarefni þá getur við senda á okkur Þá getur við hjálpa þér Já, við viljum fá sögur, við viljum fá topics bara eitthvað skilur ef þú ert með eitthvað svona ég er skotin í fyrirvændi bestu vinkonum mínar hvað ég gera Já, og ég er bara eitthvað Við getum hjálpa þér Já We're so clever Já En já, þannig að svo er líka, þú veist, það er annarkvært dilemmas eða einhver challenge sem við viljum sjá gera þannig að bara þið getur senda okkur bara alls konar hugmyndir sem að þið viljið að við gerum. Já, af því að þið eruð ángríns, þeir eru svo ógeðslega svona, þið komum svo góður hugmyndir og við erum með lista þegar þið sendu okkur inn hugmyndir á topikum, skrifum það alltaf niður og við höfum nánast tekið hvert einasta sem er búið að skjóta inn hugmynd af. Þú veist, vissulega eitthvað sem að við höfum ekki tekið fyrir okkur eigum eftir að gera eða eitthvað. Listin er ekki búinn sko sem að við erum með. Ég út af mýja. Season 3 stútfullur af sko alls konar topikum. En þannig setupið verður svona cirka svona svoleiðis að mánudagar verða kannski eitthvað svona Hollywood tengt og fimmtudagar verða kannski svona meira personal challenges, dilemmas girl talk. Þannig að taki bara þennan dag, þú veist, eins og þið sjáu, þetta er svolítið svona öðruvísi. Reyndar eru sem pínu brjótaregluna því að mánudagsþátturinn verður fæðingarsöguna, en þið gefa okkur séns. Já. Halli. Já. Hún er líka svona smá Hollywood. Hún er svo cute. En eitt sem ég ætla að koma inn á líka, við ætlum að vera með risa tilkynningu í þessum þætti en það kemur very soon. Sko, very, 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 very soon. Very, very, very soon. Það er ógeðslega spennandi tímar framöndan og við erum svo spenntar. Það er alltaf svona fólk sem segir eitthvað svona Já, ég þolit ekki sko. Ég veit það, en það er svona fólki sem er alltaf að segja eitthvað það er eitthvað spennandi að gera, það segir alltaf ég vill ekki vera að segja að það sé eitthvað spennandi en það er að segja Já. Viljum þannig, sko, mann er langar það er svo leiðilegt að halda svona hlutum fyrir sig skilur en þetta átt að koma út í þessum þætti en þeir eru bara aðeins að bíða bara örlítið, ekki lengi en bara stay the fuck tuned sko. Já, það er svona sjáumst á mándaginn